söngkonan Soffía Björg búsett í Borgarnesi. Já, við ætlum að kíkja með henni á fossinn Glanna og fara sér í Lautaferð í Paradísarlaut. Ógeðslega kósí. Sveitabæri þetta upp á hólnum sem á bakvið, sem svona byrtist og hverfur. Þetta sem sagt Einarsnes og þetta sveitabæri minn sem ég alveg upp á. Og þarna býr sem sagt mamma og pabbi og núna 2 systkini mín. Við erum 8 systkini. 8? 8 alsystkini. Alsystkini? Já. Geggjastuð. Æðislega gaman líka. Ekki erfitt að eiga 8 systkini? Sko, mér finnst það ekki erfitt. Það var kannski erfitt fyrir mamma og pappa að eignast þau. Það þú veist. Take too long to call it all out. Why you lie next to me? Myndu segja þetta væri uppáhaldslagið þitt sem þú voru samið? Eða sungið? Já, ekkert uppáhaldslag. Já, alltaf svona uppáhaldslag þess tíma. Ok. Veist, og það oftast þannig þegar ég að semja lagið. Þá það uppáhalds. Og svo einhvern veginn þarf maður að fara fyrir bublu og fara að flytja lögin fyrir alla. Þá einhvern veginn maður komið kannski með svolítið svona önnur uppáhalds sem bara algjörlega heilanum af því að ég að semja á þessum tíma. Og ertu að semja núna? Mikið? Já, ég að semja. Það mikið að koma til mér þessu dagana. Það rosalega skemmtilegt. Ég dýrka þegar ég fer bara í svona tímabil þar sem maður vaknar bara á morgnana og bara komið lag hérna. Þessi kaffiböll. Þá erum við komin hérna í bílstæði hjá Glanna og nú þetta bara víst eitthvað smá rölt, Þetta bara smá svona létt ganga og já eins og ég sagði, við getum bara að fara þarna samtölum og erum að lausum ból. Já, veistu af hverju Glanni heitir Glanni? Já. Þess að ég fletti því. Það í gömlum heimildum þar sem talað Glennunarfoss. Og Glenna, það þýðir birta eða skín og fólk sem talar heldur að sé því að náttúrulega að Glanni freyði niður stalla sín og hann sé svona hvítfissandi. Nafnið komið að því að hann svo bjartur. Hefurðu pröfað að drekka úr þessu vatni? Sko, ekki hérna. Ég var eitthvað spáð daginn. Má maður ekki drekka kemur vatn úr Paradísarlautinu? Já. Það má það alveg örugglega en svo líka túristum alltaf að dýfa tásunum ofan í lautina þannig að mér fannst það ekki næs. Ég smakka vatnið. Með smá tásu í vafi. Yummy. Að drepa ber. Ber? Þetta hrútaber. Þetta hrúta? Þetta hvít blóm? Já, þetta verður ber. Í alvöru? Já. Hérna erum við komin í Paradísarlaut. Þetta bara paradís á jörðu. Og það lítið tjörn bara sem myndist hérna og þetta vatn einhvern veginn vellur úr Grábrókarhrauninu. Ég held að þetta sé frábær staður til að setja þess aðeins niður og förum í smá lautaferðalag. Hvað segir það, Soffía? Ég týndi þessi fallegu blóm á leiðinni. Já. Þau eru mjög falleg. Þú stiltir svona hérna að falla upp. Það þarf að vera Instagram-væn lautaferð. Nákvæmlega. Kakó. Og þetta er alltaf hellamáni. Já. Mjög fínt hér. Varstu einhvern veginn að þjófna eða eitthvað? Ég? Já. Já, það var reyndar þjófn. Já. Skál. Skál. Fyrir þér, Soffía, og Paradísarlaut. Skál fyrir mér og Paradísarlaut. Viltu náttúru? Við erum komið hingað að semja tónlist. Ekki gaggjart til þess að semja tónlist. Nei. En maður náttúrulega verður fyrir áhrifum bara hvert sem maður fer. Já. Og það skemmir ekki fyrir að heimsækja svona fallega staði. En hvað, Soffía, er eitthvað svona framöndan hjá þér? Hvað er skemmtilegt? Já,
fullt skemmtilegt, sko. Ég er bara í minni búblu að undirbúa næstu plötu. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað hún er. Ok. Það kemur ljós þegar hún kemur út. Og svo er ég líka að fara að kenna. Ok. Haust. Ég er að fara að kenna söng, gítar. Mjög spennandi, sko. Ég veit ekki hvað ég er að fara að gera, sko. Hefur alltaf verið í þessum skapandi geira bara frá því að þú varst lítill? Nei, alls ekki. Nei. Ég var svo sjúklega feimin krakki að ég talaði ekki. Já. Og ég byrjaði að læra söng 19 ára og það var bara horror fyrir mér, sko. Það var eins og, þú veist, ég var bara að mæta þetta aftökusveit. Nei, þetta var bara... Þetta er mjög dramatískt. Þetta var í mínum huga og líka það var þetta alveg hryllilegt, sko. Já. En svo einhvern veginn bara svona, var þetta bara það sem að tóði svo mikið í mig og það var svo skemmtilegt. Að tónlistin var svona eitt það svona helsta sem að þroskaði mig í rauninni. Og ég veit að núna, þú veist, finna núna að þetta er eitthvað sem að, þú veist, ég mun alltaf vinna við. Þú veist, hvað sem ég geri. Og það bara kemur ljós. Hvert lífið tekur mig, þú veist, hlakka til. Já.